Ólafur Kristinsson, þú ert lögfræðingur og héraðsdómslögmaður, þú reyndar starfað mikið í kringum svona efnahagsmál hjá Deloitte og í skattarétti og fleiru. Þú varst líka hluthafi í Landsbankanum og það reyndar eitt sem maður hefur kannski gleymt stundum, það verið að tala skuldara og svona, en það voru tugþúsundir hluthafa í bönkunum og íslensku fyrirtækjum sem töpuðu öllu sínu í hruninu. Og þetta náttúrulega merkilegt og nokkuð einstætt. Þú hefur verið að skrifa greinar lánveitingar í Landsbankanum, þar sem þú varst hluthafi, til skyldra aðila, og þetta náttúrulega eitt af því sem við talaðum í rannsóknarskýrslu Alþingis, að það hefur verið að lána hrikalegar fjárhæðir til venslamanna bankana og síðan kemur þetta álitamál, hverjir eru venslamenn og hverjir ekki, hvernig menn eru venslaðir og það menn virðast hafa notað ýmsar leiðir til að komast fram hjá því. En þetta er svona mál sem þú ert að vekja athygli á í Landsbankanum. Já, þetta er rétt til að byrja með flestir sem kaupa hlutabréf svona litlir aðilar eins og ég, þeir náttúrulega kaupa þetta bara sem sparnað. Þetta er ekkert svona verið einhverja stóra stöðutökur sem kemur maður eftir á að lesa skýrsluna, sem finnum maður umræðu líka í gangi að það sem kemur fram að venslaðir aðila hafi ekki verið rétt skilgreindir inn í Landsbanka Íslands, sem tökum það banka bara sem dæmi, að það hefur ekki heyrst hvað er í gangi þar innan hús. Úr slitanefndinni? Úr slitanefndinni. Nei, maður veit hvað er í gangi. Það kemur ekkert einhverja ákærur eða einhverja leki eða eitthvað svoleiðis sem spámenni þegar þeir kaupa upp ala Landsbankans þá var það þannig að þeir keyptu þetta þrír saman út af fjárhagslegum styrk þeirra. Þannig að Magnús Þorsteinsson, Björgúlfur Guðmundsson og Björgólfur Björgólfsson. Þeir kaupa þetta þrír saman og mynda Samson-hópinn út af þeirra fjárhagslega styrk. Þá leiðum en einhvers bankan þá gerist enga, ég veit ekki hvað gerist, en þeir virðast vera að stíga sundur og þetta er saman sem var í fréttatímanir komin bara sem að fólk átti sig á því að saman hefur fólkið verið með 440 milljarða lánveitingar til tengdra aðila í verkefna vegum Magnúsar Þorsteinssonar, Björgólfssonar og Björgólfs Guðmundssonar. 440 milljarða til þess að þriggja manna? Til þess að þriggja manna sem er í rauninni verið 25% af öllum innlánum sem voru sett í Landsbankan. Þetta er 25% og náttúrulega maður sem hluthafi maður treystir opinberum upplýsingum sem kemur í ljósi líka að reglurnar af fjármálamarkaði miða að því að búa til traust upplýsingar að það sem gerir maður greiðir ráð fyrir því að allir ársreikningar séu réttir og allar skilgreiningar þeir komast upp með þessa þeir verðast komast upp með þessar lánveitingar af því að enginn er skilgreindur tengslar að venslaðar aðili sérstaklega það sem reglurnar gera ráð fyrir að farið þú með meira en 20% þú mátt að lánandi tengt aðra 20%. Samson er náttúrulega stærsti hluthafinn í Landsbanka Íslands sem er í eigu Björgólfs yngri og Björgólfs eldri. Þetta byrja með að tengja þá ekki saman en síðan gerir það líka eins og hún komið fram náttúrulega hún Ragnhildur Sverrisdóttir að það er ekkert athugavert við það að starfsmenn eigi hlut í bankanum. Ragnhildur Sverrisdóttir, talskona Björgólfs segir þetta, nákvæmlega. Og ég er alveg sammála henni, það í sjálfu sér er ekkert að því, en þá hefði þú líka átt að skilgreina það sem tengda aðila við Björgólf, þá hefði þú geta minnka, þá hefði bankinni geta lána eins mikið út til tengdra aðila, Björgólfs og Magnúsar og föður hans, að því að þessir aðilar, þessi hluti sem starfsmenn eiga, þetta er allt nánir, virðast vera nánir starfsmenn hans Björgólfs. Þetta er svo, frá 2005, að virðist vera að byrja einhver blekkingarleikur, virðist vera, ég er ekki að leggja neitt mat á það, maður eftir að skoða brotin úr skýrslunni, það sem kemur fram í fjölmiðlum, þá kemur bara í ljós allt að fyrirtæki sem heitir Hersir til dæmis, sem eignast samkvæmt kerfi Kauphöllin í Íslandi og OMX
2005 á það orðið 1% í Samson og þá það á það tengdur aðili, sko. Já. Þetta selt hérna árið 2006, engin tilkynning komin sölun inn í kerfi að kaupa þetta í Íslandi. 2007 eiga þeir síðan félagsmyndi Givenshare og tengdir aðila og stofnendur og allt mjög nánir framkvæmdastjóri hjá Björgólfi. Og það sem skiptir máli með tenginguna að ef þetta hefði verið rétt tilgreint að þá sem venslaðar aðalar þá hefði ekki hægt að lána svona mikið pening út. Nei. Til verkefna, sérstaklega ljósið það sem þessi menn voru ekkert í neinum venjulegum fjárfestingum. Þetta voru allt áhættuskuldbindingar. Já. Og náttúrulega sérstaklega spáði líka í Vistablaðinu að kemur í ljós að fjármálaeftirliti var meira og minna í 2 ár á eftir þeim að segja út af aktansalera þetta eru tengdir aðilar. Já. Og eignarhlutur og beinn og óbeinn eignarhlutur Björgóls í Landsbankanum alltaf rokkandi frá 19,3% yfir 20%. Já. Sem enda náttúrulega og akkur fjármálaeftirlitið í 2,5 ára, 3 ár á eftir þeim. Þú meinar að þið séu eftir þeim fyrir hrun? Ef þetta rétt sem kemur fram í Vistablaðinu, þá hafa þeir hringt einhvern bjöllum í FME. Já. Það virðist vera af þessu fréttadæma. Já. En punkturinn hjá þér sá að þarna sé að þú telur hugsanlega að það sé verið að fara í kringum reglur venslaðaðilega til þess að geta síðan dælt meir peningum út af bankanum. Dælt meir peningum út af bankanum og með þessu blekkja þeir hluthafanna þegar þú kaupir hlutabréf í bankanum þá náttúrulega tekur ársreikningin og greiningadeildirnar og þegar kemur ljós í ársreikningu við Landsbankans út af þessum skilgreiningaðilum að lánveitingar til Björgóls var ekki nema 10 milljarðar í ljós kemur sinni í skýrslunni þegar voru yfir 150-60 milljarðar tímabili við hrunið þá náttúrulega leggur betra mat á bankan og það var náttúrulega þannig sé að vissuleita blekkja hluthafa til að leggja peningin í þetta með sama hætti þá í raun og veru að blekkja líka stóru kröfun erlendis. Ef þú blekkir hluthafanna þá ertu með sama hætti að blekkja kröfuhafanna því að þetta byggir greiningadeildin að taka mark á hvernig lántöku til tengdan aðila og hvernig þetta til staðar allt saman og það erfitt að segja þetta, maður getur ekki fullætt neitt en ég meina, ef maður hugsaði bara konkrétt dæmis ef þetta hefði verið rétt skilgreint á sínum tíma þá dregi ef að þeir hefði getað að fara í Icesave útrás að það hefði erlendi greiningaðilega ekki metið bankanir sterkan sem Já, og við erum náttúrulega að gleyma því ekki, þetta Landsbankinn, þetta banki sem hafi verið frá 1886 og var með einhvern veginn átt að vera það traustast af öllu traust á Íslandi. Það var ekki traustasta sem var, en maður hafði engar áhyggjur fyrir hrunið að Landsbank myndi falla. Maður vissi hini kannski eitthvað svona skrítið, en ekki Landsbank Íslands. En hvað segir mér, þú hefur verið að velta fyrir þér hvort það sé hægt að reyna að sækja skaðabætur út af þessu? Já. Og ég verið að skoða þetta mál núna út frá ýmsum vinklum. Ég hef líka fjallað þetta við starfsfélaga hjá virktir lögmannsstofum og hann hefur leggja mat á þetta og sjá hvað er í gangi. Og hans niðurstaða svona játt við mína niðurstöðu Þannig að það er núna bara að vera undirbúið næstu skrifin hvað á að gera og þetta bara snýst að rétt skal vera rétt og að þetta tjón það sem opbóðslega margir töpu ævispartnaði sínum í þessu Þú hefur skorað á Björgólf Thor að hann bæti skaða hluthafa bankans með því að leggja fram eign sína í Actavis að það geti verið sátt Það gæti verið að vissulega sátt að fyrir til að samkvæmt fjölmiðlum þá er það náttúrulega væntanlega að fá einhverja 100-140 milljarða eftir 5-6 ári ef það gengur vel salan hjá honum en því með öðrum orðum eftir sitjum við hluthafarnir sem treystu að það var allt með leiðinu með okkar tapa, hann kemur tilbaka sem góður maður við töpum okkar leta sparifé og þjóðum að Icesave
og menna til dæmis líka þetta svona, ég veit að núna Lloyds tryggingafélagið í Bretlandi er með einhverja 80-90 milljarða kröfu á Íslenska bankann, skapaða kröfu, að þeir telja sig að hafa verið blekkta. Já. Og náttúrulega, ef þú skoða þessa ársreikninga hjá Björgólfi, þá sérðu bara, það var blekkingarleikur þessi ársreikningu 2005, 2006, það er einhver blekkingarleikur í gangi hérna, það vantar einhverja forsendur inn í þetta. Og þú segir að erlendu kröfuhafar horfi líka svona á sjálfsögðu, þetta er blekking, þetta er greiningar þetta að meta bankan, þú segir, þetta er frá 800 eitthvað, þetta er elsti bankastofnun á Íslandi, traust, þetta er alltaf tengt við ríkinu, sko. Já. Og síðan kemur með greiningar þetta líta á efnahagsreikningin, Björgólfur Thor, hann er skynsamur, hann er hérna með svona innan við 10 milljarða, þetta er alltaf lægir, sko. Við gefum þeim besta matið, triple A rating eða svoleiðis. Síðan kemur bara í ljós að það virðist svo vera, margt hafa verið systematis verið að fegra stöðuna hjá þeim á þess að leggja mat á þetta. Þetta er bara það sem ég er að pikka upp út úr rannsóknarskýrslunni, út í fjölmiðlum og fleira. Og síðan náttúrulega ekki nóg með viðtöpum, þetta var líka fréttatímanum, það sem, hvað varð peninginn? Hann var allir farinn. Þetta fór allt í félög sem fóru bara í stórt gjaldþrot. Þú meina hvað varð allar þessu pening? Hvað varð peninginn, sko? Maður spyr. Þetta er ekki. Þakka þér fyrir að koma í þáttinn, Ólafur. Þetta er mál sem að sannarlega skoða.